Góða kvöldið og komið sæl. Velkomin á kynningu á fjárhagsáætlun Borgarbyggðar árið 2025. Það gaman að fá tækifæri til þess að kynna hana hér svona öðru sinni með þessum hætti. Og það bæði fylgst með hér í Hjálmakletti og svo í Streymi og síðan en ég minni hér á eftir bara renna yfir svona helstu atriði fjárhagsáætlunarinnar. Svona kjarnan í henni eins og ég held að allavega eins og ég sé hann og síðan gefið færi bara á spurningum á eftir en vindum okkur bara í þetta. Það er kjarnin í því sem við erum að gera. Nú stendur við að vinna við fjárhagsáætlun og fjárhagsáætlun sveitarfélaga mótar eiginlega fjárheimildir sem sveitarfélögum ber að fara eftir og svona útgjaldaramma þá fjárheimildir fyrir næsta ár, árið á eftir, og svo útgjaldaramma fyrir árin 2025, eða næstu 4 ára eftir, þá 25 til 28. Og í þessu felst áætlun rekstur, efnahag, skuldastöðu, sjóðstreymi og fjárfestingar og við tæpi á svona því helsta úr áætlunni hér á eftir. Nú fyrir umræða fjárhagsáætlunina fór fram í sveitarstjórn 14. nóvember síðastliðinn og þá var hún samþykkt frá eftir fyrir umræðu og hún er svona nánast, það er sú áætlun sem ég renni yfir hér og eftir, en framöndan eru þetta frekari vinnufundir hjá sveitarstjórn og byggðaráði og svo er hún að vinna starfsfólk sveitarfélagsins, en þannig að þessi útkomuspá sem hér er kynnt fyrir 2024 og jafnframt fjárhagsáætlun fyrir 2025 kann að breytast eitthvað, en ég held svona í grunninn til sé við að tala um þessar tölur sem hér koma fram. Seinni umræða fer síðan fram 12. desember næstkomandi og þá verður hún afgreidd frá sveitarstjórn. En síðan svona þegar að eftir því sem að næsta ár framvindur, þá raun og veru taka fjárhagsáætlun alltaf einhverjum breytingum, og það gerist með viðaukum sem að vera þá samþykktir frá byggðaráði og síðan sveitarstjórn. Þannig að hér er svona grunnurinn að því sem við ætlum að miða við inn á nýtt ár. En við erum bara aðeins að fjalla sveitarfélagið okkar og hér er það á korti. Íbúar í sveitarfélaginu eru rétt tæplega 4.400. Nú Borgarbyggð er ákaflega stórt sveitarfélag. Við erum 7. víðfeðmasta sveitarfélag landsins og stærsta sveitarfélagið svona á suðvestanverðu landinu. Náum yfir 5% af flatarmáli landsins svona tæplega. Nú, eins og sagði hann, íbúar 4.400, en þar hafa verið 1.100 erlendir ríkisborgarar sem eru þetta mikil breyting á okkar samfélagi og eins og landinu öllu. Ég sé nánar að því á eftir. Nú, og af þessum erlendu íbúum, eða erlendu ríkisborgarum, þá eru hvorki fyrir en 50 þjóðerni. Þannig að tungumálaþekking í sveitarfélaginu hlýtur að teljast afburðagóð. En svo er þetta ekki bara íbúar, heldur hér eru 1500 frístundahús og sem að tegja þessu vítt og breytt sveitarfélagið. En hvað var svona verið að gerast, hvað var að íbúafjöldan hjá okkur? Nú síðustu 3 ár, og kannski aðalega síðustu 2 ár, var íbúafjölgun í sveitarfélaginu töluvert umfram það sem gerist á landinu, eftir að hafa verið í raun og veru, eftir að íbúafjölgun hafði verið töluvert hægar í sveitarfélaginu okkar heldur en á landinu í heild sinni, en kom kippur síðustu 2 ár, það er bara 6% fjölgun núna 2 ár, þá 2023 og 2022, en síðan er þetta við svona nálagt meðaltal landsins og aðeins undir meðaltal landsins, það sem af er þessu ári. En ég sé bara, svona 1,5%, milli 1,5–2% vöxtur, sér þetta bara heilbrigður vöxtur eftir svona mikið vöxt síðustu 2 ár. Nú hlutfall íbúa með erlent ríkisfang hélt svo sem áfram að hækka, svo sem eins og á landinu öllu. Og er nú 25% í okkar sveitarfélagi, en svona í kringum 20% á landinu öllu. Ég held að sveitarfélaginu gerist alltaf fjölbreyttari heldur en Borgarbyggð. Ég held að Borgarbyggð sé nú bara ágætist þversnið af á landinu eiginlega. Hér búa
helmingur íbúa, svona þar bil, í þéttbýlinu í Borgarnesi, og tæplega 1500 búa síðan í dreifbýli og 300 íbúar rétt rúmlega búa síðan á Hvanneyri og Bifröst, en þetta svo sem þéttbýlin fleiri í sveitarfélaginu. En aðeins meira okkur. Ef við lítum hérna næst til vinstri, má sjá að því ég var nú að tala þróun íbúafjölda áðan, svona einhvern veginn stóra myndin, nokkur skjáskot af íbúafjölda síðustu aldarfjórðungin eða svo, og hvernig hann þróast á þessum svæðum, Borgarnesi, Hvanneyri, Bifröst og í dreifbýlinu, þá finnst mér ákaflega jákvætt að sjá það. Ég held að þetta sé eitthvað sem þróun sem muni halda áfram, að það sér stað svona undirliggjandi fjölgun á öllum þessum svæðum, og ekki síst mikilvægt í dreifbýlinu, að það eftir svona varnarbaráttu, einhverja áratugi, þá held ég að við séum búin að snúa vörn í sókn á því svæði. Og ég held að sé nú allt svona einhver hluti af samfélagsbreytingum sem að mínu viti skapa mikil tækifæri fyrir Borgarbyggð. Samfélagsbreytingar sem felast bara í breyttu búsettumynstri, felast líka í því að stórbættum fjarskiptum og samskiptamöguleikum, fjarvinnumöguleikum og ferðaþjónustu og svo sem og bara breytingu á í því að við færumst auðvitað nær höfuðborginni með bættum samgöngum, þannig að sífellt fleiri eiga miklu auðveldara með það að velja sér búsetu á svæði eins og Borgarbyggð, og það sem við getum boðið upp á svona óheimi fjölbreytta búsetu möguleika. Nú, það sem athyglisvert ef við horfum á myndina uppi til vinstri, þetta íbúafjöldi eftir aldri og kyni, og að það eru tölvöld fleiri karlar í sveitarfélaginu okkar, og karlar líka alveg ágættir svo sem, en þeir 2300 og konum 2100, og svona áhugavert að í raun og það aðalega þarna og gengurinn alveg þvert yfir alla aldurshópa. Veit ekki hver ástæðan en svona kannski mest áberandi á svona meðal ungs fólks og fólks svona fram á 50-aldurinn. Hvað karlar eru miklu fjölmennari. Og svo samfélag okkar, erlendur ríkisföngin, við komum til að skoða hans nánar, hvaðan þeir koma þessir íbúar, og þar sjáum við, eins og við tala þetta eru 1100 íbúar sem eru með erlend ríkisfang, og þar eins og sjáum eru 300 frá Pólandi og Úkraínu, þannig að meira en helmingur kemur frá þessum löndum og síðan bara fá mjög fjölbreyttum löndum, en má segja að ríflega 700 af þessum 1100 koma frá löndum í ESB og síðan koma alveg 300 frá Úkraínu, þannig að við erum kannski ekki svo stór hópur sem að kemur lengra að. Þá kannski bara svona peningahliðinni. Undanfarin ár hefur rekstur Borgarbyggðar gengið vel og afkoman hefur styrkst, og má segja að línuriti súluti vinstra megin sýnir veltuvirði frá rekstri, og veltuvirði frá rekstri einhverjum skilningi má segja að það svona það fjármagn, það handbæra fé sem að verður til í rekstrinum, þannig að þetta svona eins og hagnaður fyrirtækja og bæti síðan við því sem að dregst frá hagnaði sem ekki beinleinis útgreiðsla, svo sem afskriftir eða gengis eða verðbætur eða slíkt. Þannig að þetta sýnir gafirna vinstramegin, eða súluti vinstramegin, sýnir að það hefur orðið til mikil fjármunamyndun í rekstri sveitarfélagsins síðustu ár. Og súluti hægra megin sýnir síðan skuldaviðmið, hvernig það hefur lækkað stöðugt síðustu árin, eða jafnt og þetta allavega síðustu 3 árin, og trendið hefur verið nýrafið, og þetta eiginlega svona nánast skuldir að frádregnum nokkrum liðum á móti heildartekjum eða skatttekjum sveitarfélags. Og hvernig stöndum við þá svona samanburð við önnur sveitarfélag? Og hér eru tölur bara sveitarfélag í landinu. Þetta er samsafn af
27 stærstu sveitarfélögum landsins. Borgarbyggð 15. stærsta sveitarfélag Íslands og að fjölda íbúa talið. Og við tökum árið 2023 og það sé á vinstra megin að við erum svona í þessari vel í efri deildinni meðal sveitarfélaga sem að hvað varðar fjármunamyndun á hvern íbúa og það lítið svona hægra megin og þetta skuldir á hvern íbúa í milljónum króna með árslok 2023. Það sjáum við skuldir á hvern íbúa voru 950.000 árið 2023. Samanborið við, þá erum við svona vel í svona betri ásamt þarna sveitarfélögum sem eru afskaplega svona fjársterk og standa vel og við erum verið í þeim hópi hvað skuldir varðar, hvað var það skuldlétt sveitarfélög og þannig að við komum okkur þangað og það sjá maður Grindavík, Hornafjörður, Dalvík, Ölfus í kringum okkur á meðan sveitarfélög eins og Árborg, Fjarðabyggð, Múlaþing, Hveragerði, Skagafjörður þarna hægra megin sem mörguldur sambærileg sveitarfélög, stór sveitarfélög, landmikil sveitarfélög, svo sem eins og við og líka stór en við erum klálega hvað skuldir varðar og koma okkur á afskaplega góðan stað. Einhvern leyti myndi ég segja að við séum hvað fjárhagsstöðu varðar á svona góðum stað til þess að leggja á stað í vegferð sem að fyrir þessu tölvöld mikla fjárfestingar. En ef við horfum á yfirstandandi ár, hvernig hefur það gengið? Hvað var lagt upp með og hvernig var síðan lítur út til að vera niðurstaðan? Og við sjáum það svona þetta stöplar eitt hér sýnir að þegar lagt var stað þegar ég stóð hér á þessu sviði í nóvember 23 þá var áætlunin að við sveitarfélögum myndi vera gert upp með hagnað upp á 290 milljónir. Síðan hafa tekjur verið aðeins meiri heldur við gerðum ráð fyrir. Á móti kemur þá launakostnaður lítillega hærri og annar rekstrarkostnaður aðeins hærri og afskriftir og fjármagnskostnaður aðeins lægri. Það vegna þess að það fjárfest minna á þessu ári heldur en áætlað var. En niðurstaðan voru mjög nálægt því sem lagt var af stað með hér þegar við fórum lögðum á staðinn í árið. Og ég held ég megi þakka það miklu leyti bara hversu vel okkar forstöðumenn standa sig í því að fara eftir fjárhagsáætlun en síðan hafa við fengið svona síðan hafa auðvitað liðir sem hafa þróast á móti okkur. Við fengjum hækkun kostnaðar við það var kjarasamningar sem hafa leitt til hækkun kostnaðar við okkur. Það hafa breytingar á rekstrarkostnaði mötuneyta þegar þeir voru gefin gjaldfrjáls og fleira sem hefur hækkað kostnaðinn hjá sveitarfélaginu. En svona ýmislegt en ég held í stóru myndinni við séum bara mjög nálægt því sem við lögðum á stað með og vona að þetta gefið til kynna að við séum í raun og veru okkar áætlanir það standist og við getum farið eftir þeim. En síðasta ár snýrst ekki bara svona reksturpeilins heldur þetta var líka stórt ár í fjárfestingum og reynda var rammi fyrir fjárfestingar en voru enn stærri en lagt var upp með. Svo má ekki, en á hinn bóginn var auðvitað vaxtaumhverfi og verðbólgustig afskaplega letjandi fyrir fjárfestingar og þannig að raun og veru mér líður ekkert illa með það að við höfum svona ekki ráðist í lántökur á síðasta ári eins og raunin varð og eru þá bara reiðubúnari frekar nú en í verra vaxtaumhverfi til þess að ráðast í lántökur. En eigi að síður var það þó þannig að fjárfest að útlit fyrir að fjárfest hafi verið fyrir kringum 1 milljarð á árunum sem að líða og það nú bara þannig að það nú líklega það gæti stefnt á svona nafnvirði í þá stærsta ári fjárfestingu hjá sveitarfélaginu Borgarbyggð. Þannig að ég held að við verðum aldrei sagt að það hafi verið fjárfest lítið á þessu ári. En auðvitað voru árin þar á undan hins vegar þau voru fjárfestingar létt og búið að safnast upp í heilmikil fjárfestingaþörf. Og stærstu fjárfestingarnar, það sem hafa verið þessu ári, hafa verið í grunnskólanum á GBF á
Kleppjárnsreykjum, það þetta verið að endurbyggja skólan og stóran hluta hússins og myndin hér, efri myndin sést þarna, sést starfsmenn á verkstað og síðan þar fyrir neðan sést húsið hvernig svo það mun líta út í einhverju fallegu sólarlagi. En síðan hefur þetta verið fjárfest í endurbyggingu á miðalmu á grunnskólanum í Borgarnesi. Það hefur verið töluvert lagt í gatnagerð. Það var fjárfest í leikskólanum eða í skólahúsinu á Varmalandi og nú hefur leikskólinn Hraunborg flutt þangað. Nú það eru fjárfestingar í íþróttahúsinu í Borgarnesi og nú held ég sé örugglega búið að opna kvennaklefann. Mér sagt að það hafi tekist í dag. Þannig að hann er orðinn mun meira hann er orðinn miklu betri og ég vona að sundlaugargestir kunni vel að meta og áfram verður haldið í að endurbæta búningsklefana í sundlauginni inn á nýju ári. Síðan er fjárfest töluvert í göngustígum. Nú slökkviliðið fjárfesti í bíl og svo svona eitt og annað. Þannig að þetta er svona safnað saman upp í tölu sem held ég, eins og ég segi, meir en fjárfest hefur verið í sveitarfélaginu í áraraðir og hæsta fjárhæð að nafnbyrði frá held ég bara frá því sveitarfélagið tók til starfa. Nú, og það sem er jákvæðast við þetta finnst mér er að okkur tókst á árunum sem er að líða að fjárfesturinn án lántöku. Við höfum komist hjá því að ráðast í lántöku í mjög þungu vaxtaumhverfi. Það hefur verið fjárfest fyrir handbært fé og mjög sterkt sjóðstreymi frá rekstri. Og svona efri myndin sýnir dálítið hvernig það gerist. Það handbært fé í árslok var eitthvað 570 milljónir og síðan var þarna önnur hinn blái kassinn sýna að það var til mjög mikið handbært fé frá rekstri 600 milljónir og þannig að við gátum mætt þessum nýtt það handbæra fé sem var til í rekstrinum og við lögðum á stað með upphafi árs til þess að fjárfesta fyrir þennan það bil milljarð sem þá stóri appelsínu kúli kassinarn í miðjunni og héldum áfram að greiða upp og inn á lán. Þannig að en því þá leið að svona staða handbærsfjár í árslok er þá kannski, hún verður þá tiltölulega lítil. En ég held að bara hafi verið afskaplega mikilvægt samt að komast hjá því að fara í stóra lántöku í afskaplega þungu vaxtaumhverfi. En eins og sjáum þá hafa og neðri myndin síðan skuldir eða súluriti sýnir skuldir og skuldbindingar sveitarfélagsins. Það haldast áfram að vera samtalana því það bil 3,8 milljarðar en við sjáum að það bil 1,5 milljarðar af því eru nú lífeyris skuldbindingar og en 1,5 milljarðar þar bil eru langtíma skuldir sveitarfélagsins, vaxtaberandi langtíma skuldir sveitarfélagsins. Það þá sá liðurinn sem mun hækka við þegar ráðist verður í lántöku. En svona þegar við leggjum á staðinn í árið þá vil ég meina við séum með svona tiltölulega hógværa væntingar. Við vonum við séum bara með fæturna bara vel fasta við gólfið, við jörðina. Tekjur gera ráð fyrir, það má segja að byggt tekjumódul okkar byggir raun og veru á sviðsmynd sem tekin saman af sambandi íslenskra sveitarfélaga fyrir sveitarfélögin í landinu og svo auðvitað horfið til þess að kjarasamningar sérstaklega við kennara og það félagar í KÍ eru þriðjungur starfsmanna sveitarfélaga og borga ber ákaflega svipað hvað það varðar og svo svona tekið að kólna í hagkerfinu og svoleiðis. Þannig að við gerum ráð fyrir leggjum stömmum til að hógværa væntingar inn í árið og svona gjaldskrár hækkanir verða aðeins mismunandi en svona heilt yfir eru við samt bara miðað við gjaldskrár hækkanir sem ég myndi segja að séu það eru kringum 3,9% en svona alla jafna en sem ég myndi segja með hvernig verðbólgan enn eitt árið erum við svona heldur að hækka gjaldskrár undir því sem undir verðlagsþróun þannig að ég held að svona síðustu ár hefur við allavega haldið aftur á okkur og sveitarfélagið Borgarbyggð verður allavega ekki sakað við verðbólguþróun undanfarin ára. En hvað þýðir þetta svona fyrir tekjuvöxtun okkar? Þá
þá sjáum við eftir henni mjög skarpan tekjuvöxt síðust ár, þá þá áætlunin gerir ráð fyrir þarna 3,7% hækkun í raun og veru rekstrartekna. En aftur, þetta, ég vonandi því það að við erum einfaldlega bara leggjum á stað með mjög hógværar væntingar tekjuþróun inn í árið og þá fáum þetta og þetta skilur sér reyndar þá bara ég því að rauntalan verði hærri en það gott að hafa bara fara inn í árið með hófstillta tekjuáætlun. En hvernig stendur sem til þá að ráðstafa fjármagnunum og sjáum svona hvernig tekjurnar safnast upp, þá þetta á skatttekjur, þá þurfum við að byggja aðhluta sveitarfélagsins, það þá skatttekjur sem að mynda það þá útsvarstekjur, fasteignaskattar og tekjur sem við fáum frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Hvernig sjáum við þetta þróast á árum 2025? Samtals gerir ráð fyrir að skatttekjur verði 6 milljarðar og skatttekjur eru þannig að þetta eru tekjur sem eru lögbundnar tekjur sveitarfélaga sem við höfum til þess að ráðstafa til þess að fjármagna okkar málaflokka. Og málaflokkarnir eru þarna neðst á grafinu, en síðan til eitthvað sem heitir B-hluti og það eru raun og veru liðir sem að þurfa að standa á eigin fótum og ekki ber að fjármagna í gegnum, ekki allavega til lengri tíma í gegnum í raun og veru með skatttekjum. Og það þó liðir eins og sorphirða, félagslegar íbúðir, menningarhús, fjallskilasjóðir, ljósleiðarinn, vatnsveitur og svo eignarhluti í orkuveitunni og fagsaflóðefnum. Nú segja sumir og staðstundum sagt að þegar við borðið saman við önnur sveitarfélög að Borgarbyggð á ekki neitt svona hafnarsjóð sem að skila miklum tekjum en það má ekki gleyma að Borgarbyggð á 4% í stærsta hafnarfyrirtæki landsins, fagsaflóðefnum og sem held ég afskaplega verðmætur og hlutur og ég hef þetta væntingar til þess að sá eignarhlutur fara að skila okkur meiru heldur en að hefur gert undanfarin ár. En stærstu liðnir eru að það sem myndar þá þessar 6 milljarðar tekjur, eða skatttekjur, útsvar sem við áætlum að verði einhverjir 3,2 milljarðar, nú tekjur af fasteignaskatti verðu tæplega milljarður og síðan reiknum við tæplega 1,8 milljarðum í framlag okkar frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Nú í raun og veru eins og undanfarin ár og það ánum við sveitarfélagin að 54% skatttekna renna til fræðslumála í sveitarfélaginu og hjá sveitarfélagum þetta yfirleitt í kringum svona 50%, við erum kannski örlítið í hægri kantinum en við erum bara í takt við það sem gerist hjá mjög sambærilegum sveitarfélagum og þetta liður hefur aðeins að koma niður undanfarin ár. 3,2 milljarðar sem renna til fræðslumála, 768 milljónir sem við áætlum að renna til félagsþjónustu og þetta liður sem hefur að hækka verulega undanfarin ár og við sjáum það nánar á eftir. Nú 556 milljónir til æskulls- og íþróttamála, 175 milljónir til menningarmála og það aðalega safnahúsið og svo 150 milljónir tæplega í brunavarnir og brunamál og almannavarnir, 235 milljónir í skipulags- og byggingamál, 180 milljónir í umferðar- og samgöngumál og svo sameiginlegur kostnaður 487 milljónir áætlaður á þessu ári og svo ýmislegt annað og niðurstaðan verður þá það verður dálítið svona einhver smávegis afgangur af í raun og veru þessum málaflokkar hluta alhlutans eða málaflokkar hluta rekstrarins hjá okkur svo sem eins og í fyrra. Nú en þetta svona þessi mynd hér sýnir hvernig þróunin hefur verið. Þetta hlutdeild stærstu málaflokka, hluti af skatttekjum, hvað stór hluti hver málaflokkur, stór hluti skatttekna rennur til hvers málaflokks. Og eins og sjáum þarna uppi til vinstri að fræðslumálin eru langstærsti málaflokkurinn og tæplega 54% rennur til fræðslumála áætlað á árum 2025. Félagsþjónustan liður sem hefur að hækka verulega hjá okkur og við sjáum gera fyrir að tæplega 13% af skatttekjum rennur til félagsþjónustu og þessi útgjöld eru fyrst og fremst þetta útgjöld til svona fjölskyldumála, þetta eru útgjöld til mála varða velferð barna, þau útgjöld hafa verið aukast verulega, útgjöld til málum aldraðra og þetta fatlar hafa verið aukast verulega
Sömuleiðis eru þarna útgjöld til vegna flóttamanna og umsækjenda alþjóðlega vernd og svona ákveðin óvissu þáttur inn í þessum lið er kostnaðarþátttaka ríkisins í verkefnum sem snúa að flóttamönnum en ríkið hefur svona verið að láta að skína það muni draga sig út úr kostnaði við svona þann málaflokk og við sjáum svona hvað setur en við leggjum svona varfærin á stað inn í okkar áætlun með þær tekjur sem við kunum að fá frá ríkinu inn í þann málaflokk. En hérna einhvern veginn segja að verið sé að greiða inn ákveðna innviðaskuld í málaflokknum en svo er þetta bara málaflokkur sem að stækka verulega hjá sveitarfélögunum. Nú hlutdeild æskulls- og íþróttamála hefur verið að hækka hans hjá okkur og hækkað á alltaf hækki örlítið á þessu ári. Sæmilegur kostnaður, svona lækka aðeins í fyrra og verið á svipuðum slóðum á þessu ári. Skipulags- og byggingamál, það var ákveðið að spýta töluvert í þar árum 2022 og fram á 2023 og hélt aðeins áfram inn á 2022 en síðan 2024 en gera frá aðeins komið niður hlutfallslega kostnaðar við þann lið. Nú, það var verulega bætt í umferð og samgöngumálin á síðast ári og það var nú bara svo gert að hluta til með viðaukum vegna þess að bæði var ákveðið að ráðast í ákveðið átak bara í götum og gangstéttum og síðan var kostnað við snjómokstur töluvert mikið meiri heldur en kannski alveg vegna þess að framan á síðasta ári var auðvitað óhemju snjóþungt. Þannig að við gerum frá aðeins að sá kostnað mun aðeins koma eða hlutfallslega mun útgjöld í þess málaflokks lækka aðeins á þessu ári. Á næsta ári. Útgjöld til menningarmála, þannig aðalega Safnahúsið, ég held að svona bara svipuðum slóðum, útgjöld til brunavarna og brunamál og almannavarna, þau hafa verið að hækka verulega undanfarin ár, en það er ánægjulegt að sjá að í raun og veru áætlanir hafa alltaf gengið eftir í þeim málaflokki og í raun og veru og við gerum frá sá málaflokkur takið til svona kannski örlítið minna af kökunni núna heldur en gerði undanfarin ár. En hvað þýðir þetta í tölum? Sjáum það að útgjöld til fræðslumála eru þá að aukast 206 milljónir á árinu 2025. Til félagsþjónustu gætu aukningin orðið tæplega 150 milljónir aftur sem, og þetta eru hrein aukning í raun og veru, þetta er svo hreinn kostnaður við málaflokkin. Það er aukning til íþrótta- og æskulýðsmála upp á 36 milljónir, sameiginlegur kostnaður þarna 32 milljónir, skipulags- og byggingamál, svona bara óveruleg breyting umferð- og samgöngumál, þau í raun og veru örlítil lækkun þar, sömuleiðis svo lítilsháttar aukning bæði í menningarmálum og brunavörnum. En þannig að launakostnaður eru þetta langstærsti kostnaðarliðurinn hjá sveitarfélaginu og en víka aðeins að því betur hér á næstu mynd að í raun og veru við höfum verið að sjá núna fjölgun starfsfólks hjá okkur 2% milli ára. Fjöldi stöðugjalda hjá sveitarfélaginu 292 milljónir, samtals fjöldi stöðugjalda eru 292 og fjölgað þarna 2% milli ára. Síðasta ár þar á undan, það var þarna 22-23, þá fjölgaði starfsfólki minna í raun og heldur en fjölgaði í sveitarfélaginu og þannig viljum við þetta sé, þannig bætum við reksturinn, þannig er þetta raun og veru, þannig vonandi höldum við þeim takti og að sá liður sem er fyrir neðan, má sé að sú hluti hér sem fjölda íbúa á hver stöðugildi, að hann hafi verið að liftast upp 22 og 23, þess að séu fleiri íbúar á móti hverju stöðugildi og aðeins kemur niður núna 24, en ég vona að við náum að halda takti inn á nýju ári. Nú stærstu vinnustæðir eru samt grunnskólarnir, þeir eru 103 starfsmenn í grunnskólum, 72 í leikskólum, hjá skrifstofum, ef við drögum saman allar sem starfa hjá skrifstofunni, þá eru það tæplega 30, 27. Síðan dreifist það svona nokkuð jafnt yfir bara ólíka vinnustæði, 14 í bústöðþjónustunni, 7 í tónlistarskólanum, 7 í frístundinni, 6 í áhaldahúsinu, 5 í vinnuskólanum og 5 í barnaverndinni. Aftur þetta eru stöðugildi umreiknuð yfir á ár.
En hvernig erum við svona í samanborði við önnur sveitarfélög? Þetta aftur þetta 27 stærstu sveitarfélögin. Þetta eru launakostnaður sveitarfélags ákveðin íbúa og þarna erum við bláa súlan í miðjunni. Við séum svona, þetta eru Akranes og Rangárþing ytra sem eru í kringum okkur og hérna, ég með ekki óvart að það eru svona stærstu sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu sem eru svona kannski, má segja að einhver leiti, má segja svona hagkvæmni sé og skilvirkni sé kannski meiri þar en eða þarf kannski fleira fólk að þjónusta í mjög dreifðu sveitarfélagi. En ég sé bara svona í takti og bara á þeim slóðum sem að svona bara svona kannski eðlilegt miðað við sveitarfélag okkar stærð og okkar gerð, hvað varðar fjölda starfa og þróun og eða stöðu launakostnaðar. En aftur bara eins og ég gat að þetta auðvitað stærsti kostnaðarliðurinn og hérna skiptir máli bæði hvernig kjarasamningar þróast og hvernig þróun í fjölda starfa hjá okkur. Þá aðeins fjárfestingarrammanum, nokkuð sem margir hafa áhuga á, eðlilega, enda töluvert mikið að gerast þarna hjá okkur. Og má segja að svona lítur hann út fyrir árið 2025 til 2028 og lítið svolítið breyting orðið frá í raun og veru þeim ramma sem var kynntur við fyrri umferð og breytingin aðalega svo að nú liggur fyrir henni voru tilboð í fjölnota íþróttahús sem að til stendur að hefjast handa við að reisa á næsta ári og ég raun að segja að niðurstaða tilboðsins var í afskaplega góðu samræmi við okkar kostnaðaráætlun, þannig að hún breytist ekki en hins vegar breytist aðeins hvernig sáum fyrir svona greiðsluflæðið af fjárfestingunni í húsinu. Þannig að það þá megin dráttum svo breyting sem verður á fjárhagsáætlunni, ekki heildartölunni nema bara mjög óverulega, en hins vegar aðeins flæðið milli ára. Þannig að en við sjáum fyrir okkur að á árum 2025 þá verði fjárfest fyrir tæplega 2,6 milljarða, svona hrein fjárfesting og fjárfestingin þar mest á aðalagi, það er þá skólar sem að þar við auðvitað þyngst, áframhaldandi fjárfesting í GBF á Kleppjárnsreykjum. Því verki líkur fyrir skólabyrjun næsta haust ef áform ganga eftir. Síðan verður hafist handa við og nú snemma á árinu verður það síðan hafist handa við byggingu á fjölnota íþróttahúsinu og við gerum fyrir fjárfesting svona samtals á íþróttamannvirkjum sem svona að miklu leyti er þá þetta hús en einnig endurbætur á íþróttahúsinu hér og svona eitthvað fleira. Fjárfesting götum og stígu fyrir samtals 400 milljónir og síðan liður sem svona húsnæðismál sem að við erum farin að gera ráð fyrir vegna þetta bara áætla að séu stofnframlög sveitarfélagsins inn í ýmis fasteigna verkefni. Sérstaklega til þess að mæta nýbyggingu og uppbyggingu á húsnæði fyrir þá kannski tekju og eignalága sérstaklega. En heilt yfir erum við að tala fjárfestingu fyrir 5,6 milljarða á næstu 4 árum og hvað þýðir þetta eru fyrir okkur? Þetta myndi þýða lántöku þörf upp á það byrja 3,4 milljarða. Ég held svona fyrst í dag myndum við kannski horfa til þess að fjármagna bara í takti við gangverkefna en horfum bara til þess að geta farið í langtíma lántöku þegar að aðstæður batna og eru lógóðu til þess. En eins og ég gat áðan þá þrátt fyrir mikla lántöku þá held ég að Borgarbyggð, það verður ekki sagt Borgarbyggð að Borgarbyggð sé mjög skuldsett sveitarfélag og ég svona tók sem dæmi bara myndin hér, neðri myndin hér, hvað myndi þýða að bæta 3,4 milljörðum við hjá Borgarbyggð og deila því niður á íbúa fjölda, bara eins og staðan í dag. Og það myndi Borgarbyggð vissulega færast hækka, en við erum komin á mjög lágum grunni, en við erum samt svona bara tiltölulega nálægt, svona við erum ekkert vel inn í einhverjum efri helmingum þess sem gerist hjá sveitarfélögum landsins. En við þurfum þannig að gæta því að þó að það sé ekki markmið sveitarfélaga verður ekki með hagnaði, þá þurfum við að vera með
nógu góð afkomu til þess að geta þjónustað fjármagn og viðhalda og þjónustu og viðhalda mannvirkjum og fleira. Og þá þurfum við auðvitað að tryggja það að við verðum með gott sjóðstreymi frá rekstri. Og ég hef stundum verið að horfa til þess að við þurfum bara að halda okkur í einhverju svipaðri afkomu eins og horfur á að verum á þessu ári. Við erum ekki 10% af rekstrartekjum í veltu frá rekstri. Það væri ágætt og að miða við það að við munum skila á svona tiltölulega heilbrigðri afkomu og stöndum höldum okkur bara afskaplega góðum slóðum og við munum bara halda að vinna að því sem þýðir að við vonandi bara viðhaldið bara góðu þjónustustigi og halda áfram bæta þjónustuna og það má ekki segja það liðið ár eða árið sem nú er framundan að við erum alls staðar þó við séum sums staðar að bæta í en ég held við erum hvergi beinlínis að draga úr þjónustu og við erum alls staðar að halda í við það sem hefur verið gert en við þurfum svo eins og aðeins að grípa í beislið og þurfum að passa okkur á því að við halda góður afkomu. En hvað er framundan svona í uppbyggingunni? Nú stendur yfir við Vallarás, standaði framkvæmdi við 3 botnlanga við Vallarás og hér sjáum við bara svona yfirlitsmynd af því atvinnusvæði og þeir botnlangar sem sjáum þarna, það eru stjörnur í kringum, það eru stjörnur á lóðunum sem búið að úthluta og það er nú þegar búið að úthluta 10 lóðum við þessa botnlanga, þessa 3 botnlanga sem eru alltaf fremstir. Þannig að ég myndi segja að það gangi bara nokkuð vel að úthluta lóðum og ég er bara spenntur fyrir að framhaldi af því. Nú, svona grænu stjörnur sem þarna eru, við erum að horfa til þess að þarna muni björgunarmiðstöð sameiginlegt húsnæði fyrir lögreglu og slökkvilið rísa og ég er bara væntingar að það gerist og gangi eftir bara nokkuð vel. Og við erum bara mjög gott og uppbyggilegt samtal við bæði fasteignir ríkisins og höfum átt við ráðuneytin en ég vona að verði ekki einhver hrykt ekkert í þeim stóðum við nýja ríkisstjórn. En þannig að þetta heldur bara áfram og ágætt að klára gatnagerð síðan það voru klárað að gera þessa stúta núna bara því verki verður lokið núna bara eftir því sem veður leyfir og síðan ágætt að klára gatnagerð 2026 er að miða við en ég sé alveg fyrir mér að við getum alveg haldið fyrr áfram og ráðast ég að klára þessa stúta fyrr því að ef eftirspurnin er þannig. Nú það eru mikið tækifæri uppbyggingar á Hvanneyri og nú það er skipulagt atvinnusvæði með 14 lóðum við Melabraut í Melahverfinu og Melabraut við á Melabrautinu og Hagavegi, Melahverfi skulum kalla það bara, á Hvanneyri fyrir þá léttan iðnað og nú við erum tilbúin að setja inn á fjárfestingaramma, erum að ljúka því verkefni í samstarfi við Veitur, svo við sjáum bara hvernig eftirspurnin er en þetta eru 20 fjölbreyttar lóðir fyrir íbúðabyggingu. Nei, þetta eru 14 lóðir og síðan til viðbótar eru bara mjög gott svigrúm til þess að byggja upp íbúðahverfi á Hvanneyri og það eru 20 fjölbreyttar lóðir við í Flatahverfinu og það eru svona að mjallast út, svona jafnt og þétt og ég hef bara mikla trú á Hvanneyri og ég held við höfum bara að fara að auglýsa þetta aldrei greimt að þetta er einn af þessum fáu þéttbýliskjörnum á Íslandi sem beinlínis við getum kallað á fólk og sagt að við erum tilbúin að fá fleiri börn á leikskóla en allavega gott svigrúm þar til þess að bæta við börnum. Nú í Bjarslandi í Borgarnesi, þar er íbúðabyggð í farvatninu. Þar væntanlega vona bara mjög fljótlega á nýja ári getum við lagt á stað í gatnagerð á því svæði og þar að ræða bara svo mjög fallegt svæði sem að snýra sjónum og mikið útsýn inn Borgarfjörðinn,
bæði einbýli og fjölbýli og samtals er þetta einhverja 95 íbúðir ef ég misskjáttast ekki og tengið síðan mjög vel við í raun og veru nýja götur sem komaði framhald af Sóleyjarkletti og þær tengja svona saman í svona hálfhring og ég held að þetta verði afskaplega skemmtilegt hverfi og fagna því að gatnaframkvæmdir eru hafnar á því svæði þannig að ég bara full að trúa á því að það muni ganga hratt og vel á nýja ári og ég held að við sjáum það bara af þessari stuttu upptalningu að það töluvert mikið frambúða eða það verða mikil tækifæri framöndan í uppbyggingu á íbúðarhúsnæði og fyrir atvinnurekstur að koma í borgarbyggð. Nú fleiri verkefni endurbygging á Kleppjárnsreykjum þetta stendur yfir. Nú við vorum að opna tilboð í nýtt knatthús og þau bara lofa góðu. Það gaman að fá líka svona stórt og öflugt fyrirtæki eins og Ístak inn til að ég ráðast í svona uppbyggingu í sveitarfélaginu. Nú vinna við endurreist Brákari, hún stendur bara yfir og það vinna við deiliskipulag. Hún er hafin og á grundval þess rammaskipulag sem að kynnt var, þannig að svo vinna bara stendur yfir. Fyrir kannski ekki mikil fyrir henni núna meðan deiliskipulagsvinnan er í gangi, en hún er bara í gangi. Og síðan haldið áfram bara uppbyggingu atvinnusvæðis við Vallarás. Nú það að vinna við nýtt aðalskipulag, það er í gangi og svo sjáum við fram á að fara í vinnu, vorum að vona að getum gert það á þessu ári en ég gera fyrir að gera næsta ári að fara í deiliskipulag í gamla bænum í Borgarnesi. Ég hugsa að kannski væri kannski skynsamlegt að gera þegar við sjáum ofan í hvernig Brákaríverkefnið þróast, því ég er full að trúa að það verði lyftistöng fyrir í raun og veru Borgarnes, Borgarbyggð og kannski sérstaklega svona neðri bæinn í Borgarnesi. En svo svona undir lok árs 2025 sjáum fyrir okkur að geta hafist handa við að stekka Ugluklett. Nú það haldið áfram í endurbætur á grunnskólanum í Borgarnesi og vona að það klárist, endurbætur á miðalmu grunnskólans í Borgarnesi klárist núna í lok febrúar. Nú ég gat björgunarmiðstöðina áðan, hún er eiginlega bara hjá ríkinu og ég vona að það gangi bara eftir, að við getum ráðist í þá uppbyggingu því að við erum klárlega klár, búið að vinna frumhönnun, kostnaðarmat og fleira. Þannig að ekkert sem að það er ekki eftir sveitarfélaginu að bíða, hvað það varðar. Nú, en það það margt að fleira í gangi. Við vonum að við getum í bjartsýn á að göngustígurinn framhaldi í kringum eða umhverfis Dílatangan, að hann verði tilbúin fyrir jól. Við vonum að það gangi eftir, það væri afskaplega skemmtileg jólagjöf, en ég veit að þeir vinna af kappi þar við að ljúka við stíginn, mér finnst hann lofa mjög góðu. En síðan verður bara haldið áfram í gatnagerð, göngustígum og fleiru. Bara svona rétt í lokin, ég held að við séum við tiltölulega varfærna áætlun vöxt tekna á árinu. Árið 2025 verður fjárfestingar ár. Ég held að við séum bara að búa okkur undir áframhaldandi vöxt og íta undir áframhaldandi vöxt í sveitarfélaginu. Það eru bara mjög mikil tækifæri til uppbyggingar í sveitarfélaginu fyrir bæði heimili og fyrirtæki. Það er verið að fjárfesta verulega til þess að mæta óskum íbúa. Við rýnum og lesum og sjáum hvað kemur upp úr könnunum til þess með frá íbúum og við hafum nokkuð skilaboðum að það sé uppbygging íþróttamannvirkja sem íbúar hafa verið að benda sérstaklega á að sé þörf á að bæta í og það er verið að bæta í og næsta stóra fjárfesting. Nú svo þetta hefur verið að bara greiða upp ákveðna innviðaskuld í ákveðin þjónustu, sérstaklega í velferðarmálum og þetta markmið er ekki endilega bara að gera eins við og sveitarfélög, heldur að gera bara betur og ég held að við séum jafnt og þetta að bæta okkur og mér finnst flest skilaboð sem við fáum, bæði eitt bara orð íbúa og gestar sem koma til okkar, annað bara þeir sjáum kannanir sem eru gerðar, það er allavega veit að mér allavega ber undir báða vængja að íbúar séu svona jafnt og þétt bara
ánægðir og svona og bjartsýn að vaksa í sveitafélaginu hjá okkur og við höfum alltaf verið bara jákvæð og bjartsýn, það er ekki það. En svo bara heilt yfir kjarnin í þessu auðvitað markmiðið bara að skila heilbrigðri afkomu og sem tryggir uppbyggingu og viðhald og þá þjónustu í takt við væntingar íbúa í sveitafélaginu og þeir sem kjósa að búa hjá okkur. Svona bara rétt að lokum sko, þá hef ég þennan fyrirvara, þetta auðvitað bara tekið saman í upplýsinga og umræðuskyni fyrir þennan fund og engan á tæmandi lýsing og gæti tekið breytingum og ég rak augun mér innsláttarvillu þar sem ég var að fara yfir þetta, þannig að það er innsláttarvillur í kynningunni þannig að bíða eftir loka eintakinu en auðvitað fyrst að hugsa til upplýsingar og allt þetta getur þetta breyst og mun taka breytingum. Það verður umræða í sveitarstjórn áfram fjárhagsáætlunina og svo svona bankalega því kemur aldrei úr þeim gera. Þetta er ekki loforð eða skuldbinding, en þetta er lýsing á því hvernig við sjáum hlutina. En takk fyrir þessa yfirferð og takk fyrir að hlusta og ég vonandi að hafa verið upplýsandi og takk fyrir að gefa fjármálum sveitafélagsins gefa þeim gætur og á eitthvað tíma. Takk fyrir það. Og hér í salnum er fólk úr sveitarstjórn og líka starfsfólk hér hjá sérfræðingar frá Borgarbyggð. Þannig að ef það er einhverjar spurningar þá er alveg frjálst að láta þær koma. En það er þá bara orðið laust ef eitthvað vill ríða á vaðið. Ég held að vera alveg heiðarlegur fyrir ykkur sem heimasitið að það er ekki mjög fjölmennt í salnum en þau gerðu sitt allra besta við að klappa vel og rausnarlega fyrir ræðumanni. Ég færi þeim bestu þakkir fyrir. En annars þá bara þakka ég fyrir áhörðina og segi þessu lokið í bili. Takk fyrir mig.